Hitabylgjan sem haldið yfir Evrópu í heljargreipum líklega að ná hámarki. Hitamet var slegið í París en þar mældist næstum 41 gráða. 2 dauðsföll á Spáni eru rakin beint til ofhitnunar. Hringvegurinn styttist 12 kílómetra í dag þegar nýr vegur Hornafjarðarfljót var opnaður. Hornfirðingum þykir áætlað veggjald sem á að standa undir hlutakostnaðar ríflegt. Byggingarleyfi fyrir kaffistofu Samhjálpar á Grensásvegi var fellt úr gildi í gær. Búið að leggja 20 milljóna í verkefnið, segir framkvæmdastjóri Samhjálpar. Samvinna, ábyrgð og vinátta eru lykillinn að góðu gengi samkvæmt ungum manni sem hlaut verðlaun í dorgveiðikeppni Hafnarfjarðar í dag. Aðrir höfðu ákveðnar hugmyndir hvað skyldi gera við aflann. Mig langar að taka hann heim og borða hann. Elskar hann. Já. Komið sæl, við erum aðeins fyrr á ferðinni í kvöld vegna leikja á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Við svo að byrjum í Evrópu. Hitinn fór yfir 35 stig hjá 94 milljóna manna í dag í hitabylgjunni sem geisar enn í Evrópu. Sendiherra Íslands á Spáni segir mikið rætt að hitabylgjan sé fyrr á ferðinni en vanalega. Svona leit veðurfréttatíminn í Ríkissjónvarpi Spánar út í gærkvöld. Viðvörun nær allt landið. Como ven, con muchas capitales por encima de los 40-42 grados, calor extremo en casi toda España y de hecho podemos decir que probablemente hoy va a ser el día de junio más caluroso desde que tenemos registros. Hitabylgjan víðar í Evrópu. Hitinn fór yfir 35 stig hjá 94 milljónum manna í álfunni í dag, samkvæmt greiningu AFP fréttaveitunar, aðalega á Spáni og í Frakklandi. Eiffel-turninum og Louvre-safninu í París var lokað fyrr. Og það getur verið hættulegt að vinna erfiðisvinnu í svo miklum hita. Þessir iðnaðarmenn í París, þar sem spáð var 40 stiga hita í dag, gripu til þess ráðs að byrja vinnudaginn fyrr. Après, il y a les glacières avec les pains de glace à disposition et à tour de rôle, ils se délèguent la charge d'aller chercher de l'eau pour toutes les équipes. Chacun est vigilant sur la santé des autres. Í Belgíu var víða appelsínugul viðvörun í dag. Je me suis dit ce matin, avant qu'il fasse trop chaud, je vais faire ma petite marche, mais j'en pouvais déjà plus, donc je me suis arrêtée et j'allais rentrer. Il n'y a pas de point d'eau à Bruxelles. Il n'y a pas de point d'eau dans lequel on pourrait se baigner. Donc je crois que tous les ans, avec mes amis, on se demande où est-ce qu'on va pouvoir aller, tandis qu'il fait chaud comme un four, quoi. Björn Malmquist, fréttamaður, í Brussel þar sem hitinn fór í 37 gráður í dag. Var það ekki, Björn? Já, það var allavega hitastigið á mælunum fyrir utan heima hjá mér þegar ég labbaði úr vinninu og það var eins og að fá svona heitan hárblásara í fangið þegar andvarinn tók á móti mér út á götu og svona verður þetta nokkurn veginn á morgun og líklegast á föstudaginn og á ekki að fara að kólna kannski fyrir á sunnudaginn en ég er staddur hérna í Almenningsgarði rétt hjá Evrópuhverfinu í Brussel. Hérna hefur verið fullt af fólki í dag svona að spóka sig og hvíla sig í skugganum. Það er líka örlítið svalari hérna heldur en niðri í bæ en það veita trén skjól fyrir sólinni en það eru svona þessi hitabylgja sem hefur haldið Evrópu í heljargreipum undanfarna daga. Já, það er ekkert lát á henni og við erum að sjá núna hitatölurnar sem er verið að spá í Evrópu á morgun. Það hafa hitamet verið að falla hér og hvar í Evrópu á undanförnum dögum og í dag var 40,9 gráður í París. Það er mesti hiti sem að mælst hefur í borginni síðan að mælingar hófust. Það er sömuleiðis í Bretlandi var hitinn 36 gráður á einum stað. Það er heitasti júnídagur sem hefur mælst í Bretlandi frá upphafi mælinga. Það eru rauðar viðvaranir í gildi mjög víða og það er því miður búið að greina frá dauðsföllum í tengslum við þessa hitabylgju. Tugir manna hafa dáið við að synda í köldum ám og í vötnum í Evrópu aðallega í Frakklandi og í dag fréttist af 2 dauðsföllum á Spáni sem að má rekja beint til hitabylgjunar. Það er einmitt á Spáni og í Frakklandi þar sem ástandið hefur verið hvað erfiðast og við ræddum í dag við sendiherra Íslands í Madrid, Kristján Andra Stefánsson og skulum heyra hvað hann hefði að segja. Ég held að mest farið upp í 44 gráður í Jaén í Andalúsíu
og þar það verið gefnar út viðvaranir fyrir eiginlega gervallan Spán eða meginland Spánar, alls það nema á Kanaríum. En mikla rauðviðvörun í Andalúsi og það sem athyglisvert er á Norður-Spáni líka. Yfirvöld á Spáni ráðleggja fólki að byrgja vel glugga, hleypa fersku lofti inn á morgnana og hreyfa sig líka þá. En annars bara, drekka mikið af vatni, varast sykradrykki, áfengadrykki, ekki borða of mikið, meira af ávöxtum, grænmeti, kaldar súpur vissilega hérna, gazpacho. Svona hlutir sko, sem maður hlutur að temja sér í viðrögnu við hitann. Í höfuborginni Madrid hefur hitinn farið í 40 stig. Hitabylgjan er fyrr á ferðinni en áður. Fólk er vant miklum hitum en allir hafa orðið að þetta sé svona fyrr á ferðinni heldur en það átt að venjast. Og maður sér í blöðum að tala svona að ég sá tölfræði að var skráð 91 hitabylgja á Spáni á fyrsta aldarfjórðungi þessar aldar en sem væri helmingi fleiri heldur en á síðasta aldarfjórðungi síðustu aldar, 20. aldar sem að segja manni ákveðna hluti ekki loftslagsbreytingarnar og hvað við að eiga. Björn, Kristján Andri talaði þarna loftslagsbreytingar en þetta eru líka afar sérstakar aðstæður ekki satt sem valda þessari hitabylgju. Jú, mjög sérstakar aðstæður. Þetta er eins konar hitakvelfing eða heat dome eins og þetta hefur verið kallað á ensku. Veðurfræðingar segja að þetta sé í rauninni kyrrstæð hæð sem hefur verið yfir álfunni sem að lokar heitaloftið inni yfir ríkjunum hérna í vesturhluta Evrópu. En sérfræðingar segja líka að það séu loftslagsbreytingar sem að bæta í þessar hitabylgjur og þetta var aðalumræðuefnið á viðburði loftslagsmál sem að núna stendur yfir í Lundúnum. Og þar var Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna sem að einmitt minntist á þetta í ræðu sinni í gær. Climate chaos is accelerating before our eyes. We have just lived through the 11 hottest years ever recorded. And today, this city and far beyond are experiencing the hottest day of the year with higher temperatures to come. London isn't just calling. It's cooking. Around the world, climate disasters are becoming more frequent, more destructive, and more costly. And the World Meteorological Organization has warned we ain't seen nothing yet. Björn Malmquist, hvernig svo útlitið næstu daga? Já, það er talið að hitabylgjan sé að ná hámarki í dag og á morgun og jafnvel fram á föstudag og svo eigi svona rólega hægt og bítandi að fara að draga úr hitanum svona þegar líður inn í helgina. Það er spáð, bara 32 gráðum í Madrid á sunnudaginn og 28 í París og hérna í Brussel sem er vissulega heitt en þó ekki eins óbærilega heitt eins og verið hefur hérna síðustu daga. Vonum það besta. Björn Malmquist í Brussel, takk kærlega fyrir þetta. Og við förum hingað heim og við ætlum að fara austur. Opnað var fyrir almenna umferð nýjan veg Hornafjarðarfljót í dag. Framkvæmdin er sú fyrsta sem er fjármögnuð í samræmi við lög samvinnuverkefni. Veggjöld verður tekið af umferð nýja veginn frá 1. september. En með þessum orðum lýsi ég nýjan hringveg Hornafjörð formlega opinn. Takk fyrir. Hringvegurinn styttist 12 kílómetra með þessari nýju leið. Samtals voru byggðir 28 kílómetrar af nýjum vegum og 4 tvíbreiðar brýr yfir Djúpá, Hornafjarðarfljót, Hoffellsá og Bergá. Þá var gert nýtt hringtorg sem tengir hringveginn við Hafnarveg og Nesjahverfi. Það skiptir heilmiklu máli og það búið að bíða eftir þessu mjög lengi. Og þetta skiptir ekki síst máli að reyna að þjappa samfélaginu okkar saman. Og þetta gerir íbúum sérstaklega vestan fljóta mikið betur kleift að sækja ýmsa þjónustu og annað hingað til Hafnar. Opnunin er langþráð. Fyrstu áætlanir voru lagðar fram árið 2004 og fyrsti áfangi boðinn út 2017. Eftir útboð á framkvæmd og framkvæmda fjármögnun 2022
hófst það verk sem nú lokið. En þau verklok hafa líka tafist lengur en vonir stóðu til. Það var bara ákvörðun. Það var bara þannig tíðarfar að það var heppilegur upp á gæði mannvirkisins að draga það aðeins og við tókum bara ákvörðun það. Hér búið að setja upp myndavélar og svo hefst sjálfvirk gjaldtaka 1. september. Þá það rukkaðar 1.500 krónur fyrir bíl undir 3,5 tonni. Í lögum samvinnuverkefni sem að þetta mannvirki hér partur af kveðið á það að leita skuli við að fjármagna 50–60% af stofnkostnaði framkvæmdarinnar og rekstrarkostnaði og viðhaldskostnaði á 25–30 ára tímabili með veggjaldi. Já, það kom okkur ekkert óvart að ekki yrði veggjöld, það lá ljóst fyrir, en það kom okkur óvart hversu há þau verða og okkur finnst þetta náttúrulega vera til umhugsunar raun og veru fyrir dreifðari byggðar landsins að ef það var fjármagna vegi á fámennari stöðum með veggjöldum þar sem íbúar í raun og veru þurfa að greiða hærra gjald heldur en á þéttbýli stöðum, að þá held ég þetta sé mikið til umhugsunar fyrir væntanlegt innviðafélag og frekari framkvæmdir á vegum landsins. Það auðvitað sjónarmið og það auðvitað bara pólitískt ákvörðun hvernig staðið að slíku. En veggjöldin, hvernig líst þér á þau? Við vissum náttúrulega að yrðu veggjöld en þau eru kannski aðeins hærri en fólk bjóst við held ég. Þannig að ég held að það svona sitji kannski í fólki aðeins. Veggjöldin, hvernig líst þér á þau? Ekki nógu vel, örugglega dýrt fyrir suma sem búi í sveitunum og þó ég fari kannski ekki oft þarna á milli en alltaf eitthvað en minnst þetta, já, of hátt. Maður alveg til að borga eitthvað smottir í, mér finnst þetta svolítið vel í lagt, sérstaklega náttúrulega fyrir, það fullt af fólki sem að bæði býr hérna á Hornafirði og vinnur í sveitunum og öfugt skilur, fólk sem að býr í sveitunum og vinnur á Höfn sko. Og hvað endar þetta hjá svoleiðis fólki? Í 200.000 ári sko? Jú, ég held bara mikið kostar þetta og ég er á því að þetta verða að kosta eitthvað. Þetta kannski ekki alveg búið að hugsa dæmið til enda með þessa gjaldtöku fyrir okkur sem búum hérna. En ég held að það beri bara að fagna sko, en þetta þarf að skoða. Og að allt öðru, Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum Völvax í Hæstarétti. Máli Ívan Nikolai Kaufmann, meirihluta fyrirtækisins, var vísað frá. Völvax krafðist þess að Íslenska ríkið sneri við ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins. Fyrirtæki varð á síðasta ári það fyrsta til að vera beitt efnahagsþvingunum vegna meintra tengsla við rússneska skuggaflóttann. Utanríkisráðuneytið sagði í yfirlýsingu skömmu eftir að dómurinn féll að niðurstöðurnar væru í samræmi við væntingar ráðuneytisins. Það staðfestu að gætt hefði verið að vönduðum stjórnsýsluháttum við meðferð málanna. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Völvax, segir niðurstöðuna vonbrigði. En dómurinn skýrir þá allavega lögin þvingunaraðgerðir og tekur fram að framkvæmdavald varðandi þvingunaraðgerðir sé ekki hjá stjórnvöldum heldur hjá bankakerfinu sem í sjálfum sér svolítið merkilegt. Að næstu skref eru þá að stefna Arion banka til þess að fá þvinguninni eða frystingu fjármuna aflétt og eins þá líka Landsbankann vegna þess að inn í Landsbankanum á Völvax einnig peninga sem að félaginu hafi ekki verið aðgengilegir. Tjón Samhjálpar hleypur á tugum milljóna eftir að byggingarleyfi vegna nýrrar kaffistofu við Grensásveg var fellt úr gildi. Borgarstjóri fundar með Samhjálp á morgun. Hér sem sé bara móttökueldhús sem bara tilbúið fyrir allt sem þarf að gera. Hér eru 4 vaskar í rauninni, þannig að allt samkvæmt kröfum heilbrigðiseftirlitsins og það búið að setja í samband þennan þessa fínu uppþvottavél og við bara diskarnir eru tilbúin niður til þess að fara í vélina. Kaffistofa Samhjálpar misti húsnæðið í Borgartúni í fyrra og fékk aðstöðu hjá Hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu á meðan leitað var að nýju húsnæði. Í fyrra fannst húsnæði við Grensásveg 64 og síðla sumars var gerður leigusamningur. Sækjum svo byggingarleyfi í lok september eða byrjun október og það síðan ákveðið af byggingafulltrúa og skipulagsyfirvöldum að senda þetta í grenndarkynningu á þeirri forsendu að það sé ekki deiliskipulag á svæðinu.
Nágrannar kærðu byggingarleyfi til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála. Eftir samráð við borgina ákvað Samhjálp að halda framkvæmdum samt áfram. Tugir milljóna fóru í að gera húsnæði klárt og sækja starfsleyfi, úttekt heilbrigðiseftirlitsins, öryggisúttekt og lokaúttekt. Þá var sett upp brunakerfi, öryggiskerfi og myndavélakerfi og meindýraeyðir fengin til að setja upp varnir. Úrskurðarnefnd felldi svo byggingarleyfið úr gildi í gær. Daginn sem úrskurðurinn kemur ég hér að þrífa ásamt mínu dásamlega samstarfsfólki og sjálfboðaliðum og við bara fengum þennan úrskurð í fangið. Það mat úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála að málsmeðferð hafi ekki verið með eðlilegum hætti. Það þeirra mat að það þurft að fara í gerð deiliskipulags á þessu svæði sem ekki til í dag og á þeim forsendum í rauninni þetta byggingarleyfi fellt úr gildi. En ef það hefði verið farið í gerð á deiliskipulagi þá hefði það auðvitað verið svona víðtækara ferli og farið í auglýsingu og þannig að það var ákvörðun fyrir meirihluta að gera það ekki. Og við í núverandi meirihluta sitjum uppi með þetta verkefni að finna lausn á þessu máli. Guðni segir að borgin styðji við starfsemi Samhjálpar og þá samfélagslegu þjónustu sem samtökin veita. Á morgun hitta borgarstjóri og fulltrúar meirihlutans fulltrúa Samhjálpar. Og þar ætla þau í rauninni bara að fara yfir stöðuna sem uppi komin og hvaða möguleikar eru í þeirri mynd sem við þurfum að fara að teikna upp. Nú hefur Samhjálp sett 20 milljóna í þetta verkefni. Er Reykjavíkurborg einhverja ábyrgð? Það auðvitað það sem við erum bara að setja í gang hjá okkur að láta skoða. Blómaskreytir á Selfossi tekur þátt í heimsmeistarakeppni í blómaskreytingum í sumar fyrst Íslendinga. Þátttakendur frá 17 löndum taka þátt. Tinna og aðstofamaður hennar við æfingar í skemmur rétt fyrir utan Selfoss alla daga enda stórt og mikið verkefni að taka þátt í alþjóðlegri heimsmeistarakeppni í blómaskreytingum fyrstu daginn í júlí í Singapore. Þetta eru 4 verkefni sem allir gera, 3 eru undirbúin og það sem þið sjáu hérna sem við erum að vinna í og það eru ákveðin þemu sem við erum að vinna út frá. Hvaða hráefni ertu að nota? Í grunninn þá erum við að nota járn og rauðamöl, svo verður svolítið að mosa, við erum að reyna að ná svolítið íslenskri náttúru með okkur. Það eru að biðja óhefðbundin efni og rauðamölin ekki að finna allstaðar og svo ég að bólstra 2 sæti með roði, þannig að við erum að taka Ísland svolítið með okkur út. Tinna sem eini keppandi frá Íslandi segir að blóm þurfa að vera 40% af skreytingunum. Hún mun taka 300 kíló og alls konar varningi með sér út í keppnina. Og leggst þetta ekki bara vel í þig? Þetta leggst mjög vel í mig. Það núna nógu stutt í þetta, þannig að ég orðin meira spennt en stressuð. Tinna og Bjarmi Fannar, aðstofamaður hennar, leggja af stað til Singapore mánudaginn 29. júní en keppnin fer fram dagana 4. til 7. júlí. Það bara forréttindi og heiður að fá að vera með Tinnu í þessu verkefni. Ég á ekki til orð hvað þetta geggjað. Heldur hún eftir að ná góðum árangri? Hún eftir að vinna þetta. Heimsmeistari? Hún heimsmeistari. Fyrir mér hún heimsmeistari og heldur betur. Topp 2, allavega. Hátt í 400 krakkar tóku þátt í árlegri dorgveiðikeppni í glampandi sól á Flensborgarbryggju í Hafnarfirði í dag. Aflaklær ársins fengu yfir 25 fiska. Hvernig gengur hjá okkur? Vel. Hvað eru þið búin að ná mörgum fiskum? Við erum ekki búin að ná engum. Við erum bara með baunarpoka. Af hverju? Af því að við erum að fara að veiða og nota baunirnar fyrir það. Við ætlum að veiða einhvern fisk, lax eða ég ekki viss, bara einhvern fisk. En hvað ætlar þú svo að gera við fiskinn? Ég bara veit ekki, við erum bara að fara að nota hann. Við veitum ekki hvað við eigum að gera, við fiskinn. Veist þú það nokkuð? Nei. Ert þú búin að veiða eitthvað? Nei, en við munum veiða eitthvað. Ertu alveg viss um það? Já. Af hverju? Og það við erum með eitt af uppáhaldsbeituna hjá fiskum. Er það svona? Já, það maís. En hvernig fisk viljið þið helst veiða? Stærsta. Já, stærsta. Og hvaða fiskur er það? Veit það ekki. Veit það ekki, bara eitthvað. Örugglega lax eða eitthvað. Mér langar að taka hann heim og borða hann. Elskar hann. Já. Þetta áralöng hefð, það sem við erum að dorga höfninni. Ég held við séum búin að vera yfir 30 ár. Og hvernig var veiðin í ár?
Heyrðu, hún var bara óvenjulega góð. Við vorum bara með þvílíkar aflaklær og aflaklær dagsins í dag voru með yfir 25 fiska og voru tvíburar. Svo vel, til hamingju, þið veittu furðulegasta fiskin í ár. Sko, klöppum fyrir þeim! Hvernig veiðir maður svona furðulegan fisk? Ég veit hann, ég veit ekkert hvernig ég náði honum. Já, saman ábyrgð á vinanda. Og hvað ætlaði að gera við krossfiskinn? Hendur mig aftur ofan í vatnið. Kannski. Og þessu næst þá ætlum við að líta til veðurs. Komið sæl, það er grunn lægð sem gekk yfir landið í dag og gengur nú til norðausturs frá landinu og við tekur suðvestlæg átt á morgun hjá okkur 5-13 metrar á sekúndu og rigning á sunnan og vestanverðu landinu, stöku skúrir á norðaustanverðu landinu en yfirleitt þurrt fyrir austan á morgun. Sjáum hér á hitasviðinu, það er mildi loftmassi yfir landinu núna en með þessari suðvestanátt þá kemur eilítið svalara loft þá einkum vestan til. En verður áfram hlýtt í veðri fyrir austan og getur hitið þar náð 18 stigum þegar best lætur á morgun. Sjáum hér nærmyndina, það er vestlæg átt 3-8 metrar á sekúndu klukkan 7 í kvöld, skýjað með köflum og væta á stöku stað, svo þykknar smám saman upp þegar líður á nóttina og gengur í suðvestan 5-13 metrar á sekúndu eins og ég segi og í fyrramálið þá fer að rigna sunnan til á landinu og einnig vestanlands. Verður dálítil rigning þar á morgun en skúrir hér á norðausturhorninu. Og þetta er staðan klukkan 2 á morgun, þá hefur kólnað heldur í veðri hjá okkur, austan til hiti, svona bilinu 8-10, vestan til afsakið 8-10 stig þar, en á austanverðu landinu 18 stig á Egilsstöðum klukkan 2 á morgun. Og ekki mikla breytingar í veðri þegar líður á morgundaginn og fram á föstudag, áfram verður áttin suðvestlæg og skúra leiðingar á sunnan og vestanverðu landinu, en yfirleitt verður heldur þurrara austan til og svo þegar líður á föstudaginn dregur smám saman úr vindi. Það verður suðlæg að breytileg átt seinnipartinn á föstudag, 3-10 metrar á sekundu og áfram skúrir á sunnan og vestanverðu landinu en þurft að kalla fyrir austan og það hlýnar eilítið hér fyrir vestan, hiti yfir 10 stigum þar yfirleitt. Þegar við komum yfir á laugardaginn þá voru austlæg átt 3-10 metrar á sekundu skýjað og dálvæta á við og dreif og hiti á bilinu 8-15 stig. Og á sunnudaginn þá kemur lægð hér upp að suðausturströndinni. Það gengur í norðaustlæg átt með rigningu á sunnan og austanverðu landinu. Kólnar heldur í veðri fyrir norðan en hiti 15 stig og þurft að kalla á suðvesturhorninu. Skulum skoða önnur lönd í Evrópu, það geysar hitabylgja í vestanverðri álfunni. Hiti þar yfir 40 stigum víða og mjög mikill hiti, rauðar viðvaranir í gildi til að mynda í Frakklandi, norðanverði Ítalíu, sunnanverði Englandi og Sviss og víðar. Og það er gert ráð fyrir að þetta hitasvæði muni leita til austurs þegar líður á vikuna svo næstu helgi, eða helgina getum við séð hitatölur stigandi í austurhluta álfunnar. En við skulum segja þetta gott að vera í bili, verið sæl. Áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Hitabylgjan sem haldið yfir Evrópu í heljargreipum er líklega ná hámarki. Hitamet var slegið í París en þar mældist næstum 41 gráða. 2 dauðsföll á Spáni eru rakin beint til ofhitnunar. Hringvegurinn styttist 12 kílómetra í dag þegar nýr vegur Hornafjarðarfljót var opnaður. Hornfirðingum þykir áætlað veggjald sem á að standa undir hlutakostnaðar ríflegt. Byggingarleyfi fyrir kaffistofu Samhjálpar á Grensásvegi var fellt úr gildi í gær. Búið er að leggja tugi milljóna í verkefnið, segir framkvæmdastjóri Samhjálpar. Samvinna, ábyrgð og vinátta eru lykillinn að góðu gengi samkvæmt ungum manni sem hlaut verðlaun í dorgveiðikeppni Hafnarfjarðar í dag. Aðrir höfðu ákveðnar hugmyndir hvað skyldi gera við aflann. Mér langar að taka hann heim og borða hann. Elskar hann. Já. Gaman í Hafnarfirði en þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að leik Sviss og Kanada á HM karla í fótbolta og RÚV 2 er leikur Bosníu og Katar það bil líka að hefjast. En næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni við þökkum ykkur samfylgdina þessum afur þessum degi, verið þið sæl.
Þannig hefur þetta byrjað allt saman. Hver er frænka þín? Björk? Guðmunds? Ég er komin í kulnun. Þú mátt horfa á Kiljuna núna. 21. Ný íslensk grínþáttaröð. 3 ungmenni takast á við allt það sem fylgir þrítugsaldrinum. Hér mætir